og það 10-11 dæmið okkar. Það alveg eins dæmi á þetta hérna, eins transistor, og ég byrði ykkur að teikna það upp og segja bara dæmið lítur eins út eins og dæmi 18. Þetta líka frá hönnunardæmi, þau þurfum aðeins að teikna og byrja það rétt, en þetta bara eins dæmi að sjá eins út af hérna. En þar þurfum við að reikna út öllu viðnámin. En hérna fengum við öll gefin upp. Við skulum bara teikna með grænu og reikna með bláu. Hérna sem sagt svona NPN transistor, hérna, og 4 svona viðnám. Og þið fáið gefið upp spennuna yfir þau öll sömul, þessi hérna. Ekki hér. Þetta svona, svona og svona og svona. Það betra þokkar að hafa þetta eins lengra hérna aftur á bak. Eða hvað? Það kannski bara vitleys í mér. Svona. Það bara pláss til að skrifa. Svona. Hér gefið upp 1 volt. Hér gefið upp yfir UCE 5,5 volt og hér gefið upp 5,5 volt. Og hér pluss 12 volt. Og svo gefið upp að straumurinn hérna niður að legg hér, hérna. I 11 sinnum IB. 11 sinnum straumur í base. Og leggur hann hérna niður, I hér 10 sinnum IB. Svona. Og nú vitum við bara strax að hér 0,7 volt hérna og þá vitum við að spennan hér 1,7 volt. Svona. Hérna gefið upp 1 volt, vitum við hér 0,7, þetta bara kom bara strax með hérna. Og nú getum við reiknað þokkar bara strax, þurfum ekkert að hugsa. Já, það gefin upp líka straumurinn hérna niður. Það sjá, straumurinn hér gefin upp, hann 6 mA. Það gefið upp að IC hér, IC, straumur í kollektor, 6 mA. Hérna niður, hér. Þannig að nú getið þið reiknað viðnámin hérna og hér bara strax. Þið vitið tvennt þau, spennun yfir þau og straumurinn í gegnum þau. Það hér og það hér. Þannig að RC, viðnámin RC jafnt og U deilt með I jafnt og 5,5 volt deilt með 6 mA í amperum 0,006 jafnt og eitthvað viðnám og RE viðnámið hérna, RE jafnt og 1 volt deilt með sama straum 0,006 amper svona og þetta gefur okkur einhver viðnám. Við ætlum ekki að reikna með bláum, sjá, svona. Það fyrir í blátt. 5,5 volt hérna, 5,5 volt deilt með 0,006, þetta 900, þetta 916 ohm hérna og hérna 1 volt deilt með 0,006, þetta 166 ohm. Þannig að hérna 166 ohm og hér 916 ohm. Þetta hérna. Nú erum við búin að finna viðnámið hér og hér. Nú erum við bætt að finna viðnámið hér og hér. Ég að reyna að skrifa þetta hérna. Já, það... Sem 11, hana inn í tegningunni. Sirkjunu ógreinlega. Já, býttu, við skulum fara yfir þetta. Ég ætla að smilla hérna á, ég glemdi hérna þetta start recording, en ok, ég tegði hvort yfir upp. Sko, tókar, hvað sést illa segirðu? Á teikningunni hérna í saman sem upp í vinstra horninu innan í, nei, lengra til vinstri. Já, hérna, já, 11 sinnum IB. Það er að segja að straumurinn hér í leggnum 11 sinnum straumur í base. Sko, við skulum bara gera þetta skýrar. Hérna, við skulum bara gera þetta, bara eitt hérna. Þetta hérna R1 hérna, þetta R1 hérna, þetta R2. R1 jafnt og 11 sinnum straumur í base. Hérna, R2
jafnt og 10 sinnum straumur í base. Þetta forsendan til að reikna út þessi viðnám hér. Þú þurfum að finna base-strauminn og við þurfum að vita HF-ið. Veitu hvað HF-ið í þessu? HF er 100. Hérna. HF hér jafnt og 100. Ef að hér eru 6 mA hérna niður, hérna. Hér eru 6 mA, hérna. Það gefur upp í dæminu. Að þá 100 sinnum minni straumur hér. Einhver tala. Sá straumur hér sinnum 11 og sá straumur sem hérna hér sinnum 10. Þetta er svona puttaregla að hanna þessi stig að hafa straumurinn hér niður cirka 10 sinnum stærri heldur fyrir inn í hann. Þannig að spennan sem hann var hérna frá 12 upp í 13 volt eða eitthvað hittnið eitthvað svona, að þá alltaf nægur straumur hér til að fýta hér inn 10% af því sem hér. Þetta var praktískt dæmi við að hanna svona transistorstig í klassa A að þetta gert nákvæmlega svona. Þannig að til að finna núna hvað R1 hérna, og tekið þetta bara frá hér og reikna þetta bara hérna megin. Má sjá. Til að finna út núna hvað R1 mikið, og þurfum að byrja á að finna IB, hérna, IB, straumur í base, IB. IB, straumur í base, jafnt og straumur í kollektor, deilt með HF. Og þetta jafnt og 6 mA, deilt með 100. Og þetta, þá fáum við svarið í milliamperum, 6 deilt með 100, 0,06 milliampere. 0,06 milliampere og þetta jafnt í amperum eins og 0,000 þá millibúinn og það kemur 1,0 hérna og svo 6 ampere. Ég vil skrifa þetta í amperum. Annars fer 0,6 milliampere sinnum 10 minus 3 til að koma út. Ok, þannig að hérna IB hérna jafnt og 0,6 milliampere. Hérna inn í beisinn. 1,7 volt hér og til jarðar, hérna á milli, og straumur hérna inni 0,6, nei, fyrir 0,06 milliampere. Svona, hérna, milliampere. Og hérna IB jafnt og 0,06 milliampere. Svona. Og þá R1 hérna, R1 þá jafnt og spennan yfir R1, ef hér eru 12 volt og hérna 1,7 volt hérna á milli, hér eru 1,7 volt hérna, það bara 1 volt hér og svo 0,7 til viðbótar, hérna 1,7 volt hérna, þá spennan hérna 1,7 volt mínus 12, það ekki 10,3 volt. Ekki verið það mér? Jú. Já. Þannig að R1 jafnt og straumur deilt í spennu. Og spennan þá 10,3 voltna. 10,3 volt, það spennan. Og straumurinn 11 sinnum base-straumurinn. 11 sinnum það hérna. 11 sinnum 0,00006 ampere. Svona. Einhver tala. R2, við erum með R2, spennan yfir R2, 1,7 volt hérna, 1,7 volt, deilt með, og nú það 10 sinnum base-straumurinn, 10 sinnum, sami straumur hérna, 0,00006 ampere, jafnt og eitthvað viðnám. Það fáið út einhver ohm, svona. Nú skulum við bara reikna þetta út. Sjá. 10,3 deilt með 0,00006 jafnt og 7. Nei, ég gerði vitlausum. 10,3 deilt með svíinn. 11 sinnum 0,00006 svíi lokast jafnt og 15
606, 1506 ohm. 15.606 ohm. Og hérna 1,7 deilt með svíinn 10 sinnum 0,00006, svíi lokast 2833 ohm. Svona. Þetta er 10-11 aðferðin. Þetta hérna gefið upp. Finnum við þetta strax bara hérna, finnum við strax, ekkert mál. Svo, að því að hér er spennan gefið upp 1 volt og við ytterlega hér er 1,7, hér er það 1,7 volt hérna, það er spennan hér yfir, 1,7 volt hér og við ytterlega 10,3 hér. Svo fáum við upp í að hér er 6 mA, mögturinn er 100, þá vitið að beiströmmurinn er 100 sinnum minni, eða 0,06 mA. Og þessi beiströmmur, við ætlum að hafa hann 11 sinnum hérna og 10 sinnum hér. Og þá er R1, það er spennan yfir R1-ina, 10,3 volt, deilt með 11 sinnum beiströmmum. Og þá fáum við út hérna bara einhver viðnám. Og R2 hérna, spennan yfir R2, 1,7 volt, deilt með 10 sinnum beiströmmurinn. Það er hérna. Háka, er þetta ekki bara ljúft?